að því að kíkja á hann Má sem rétt við Grindavík. Já, góðan dag, gott fólk og verið hjartanlega velkomin hér á Suðurnesin. Við erum stödd á Arnarvelli sem staddur við Seltjörn og erum staddir á flugkomu hjá Flugmódelfélagi Suðurnesja. Magnús Kristinsson formaður Flugmódelfélagsins. Blessaður, gaman að koma til ykkar. Já, takk fyrir það. Það fallegt sumarveður sem þið fáið til þess að fljúga í dag. Já, það geggjað veður. Og það líf á vellinum. Hér eru flugvélar, alls konar tæki og tól sem að þið eruð að vinna hérna í og að fljúga. Já. Ertu að segja mér aðeins frá þessu, hvernig kom þetta til? Þetta, Flugmódelfélag Suðurnesja búið að vera síðan 92 og stofnað 92 og við fengum þennan völl 2006. Ok, frábært. Og þetta flottasti flugvöllur hérna landsins og víða verið leitað. Þið eru með 2 steyptar flugbrautir og hér hafa menn nú verið að lenda líka bara á fullskala vélum. Já, þetta þolir alveg hérna fullskala vélar líka að lenda en þetta aðalega fyrir mótorflug. En segðu mér, þið talið fullskala vélar og hálfskala vélar. Ertu til að útskýra eins fyrir okkur hvað merkir þetta? Fullskala vél bara 100% vél, bara sem flugmaður sest upp í. Og hérna, það vél sem bara flogið af mönnum og síðan það bara mótinin sem eru þá, eins og þetta hérna, mótin hérna 40% af fulli stærð. Þannig hún skölluð niður en samt þokkalega stór hérna eins og sjáið. Eins og þú talar þú veist, hálfskali, þetta er flugvél samt, þetta er ekki leikfang í sjálfu sér. Nei, þetta svona kannski leikfang að vissu leyti en hérna, þetta er ekki alveg hættulaust. Þetta eru stóra vélar hérna sem við erum með hérna líka og við erum með líka litla vélar og annað. En hvaða svona þýðingu hefur það fyrir ykkur að vera að hittast hérna einu sinni í viku og fljúga saman? Það bara félagskapurinn, bara frábært að koma hérna og viðra sig og anda sér fersku fjallalofti í þetta. Já, og þið eru hérna bara þegar það er sól eða? Nei, við erum hérna allt árið. Stórkostlegt. Fljúgum hérna allt árið. Vetur til líka og svo erum við að fljúga á vatninu hérna með flotflugvélar og allar gerðir og svo erum við með bílaklúbb hérna líka í leiðinni sem er hérna með flotta aðstöðu með okkur. Þannig að það má segja að þetta sé ákveðin svona miðstöð fyrir fjarstýrð farartæki? Já, það má eiginlega segja það. Þetta bara æðislega aðstæða hérna fyrir bara mjög fallegt hérna. Og hvað eru margir sem eru í þessu með ykkur? Það eru 55 skráðir í klubbinn. Þannig að það kannski ekki allir fullt virkir en þetta fjöldi sem er í klubbnum með bíladeildinni. Og hvernig finnst þér svona áhugi samfélagsins vera á þessu? Er mikið verið að koma til ykkar og spjalla við ykkur þetta? Já, það er náttúrulega. Þessi tölvuöld náttúrulega hefur kannski gert vinka það að menn náttúrulega vilja vera í tölvunum svolítið en þetta svona, þú ert hérna úti, andaraðið frísku lofti og vélinn að fljúga fyrir framan þig. Og þú fylgist með henni hérna ekki af tölvuskjá, eins og þið sjáu hérna, þá horfið bara eftir vélinni og til flugmaður hann verður alveg að fylgjast með vélinni svo núna ef þess að koma hérna inn og hann verður alveg að vita nákvæmlega hvernig vindurinn er og annað. Þannig að þetta er engin tölvuleikur sko. Nei. Þannig ef hann næri ekki að koma vélinn inn þá geta hann bæði skemmt vélina og jafnvel það verður að passa það að fljúga ekki á sig heldur. Já, ok. Þetta bara alvöru flug. Það bara þannig. Og krefst vantarlega miklar einbeitingar og þjálfunar bara til þess að stjórna þessu? Mjög mikillar þjálfunar sko. Glæsilegt. Við segjum þetta gott héðan af Arnarvelli á Suðurnesjum og höldum aftur yfir til Eyja.